þessu, alveg sama hver að byrja. Þetta svona, fyrir þessar stelpur þetta náttúrulega frábært að fá að koma hérna í höllina, spila á dúknum og taka þátt í þessu því þetta hátíð. Nú liðin sem í dag að spila í fjóraflokki yngra eru Haukar og HK og Haukar eru efstar í fyrstu deild. Það eru búin að vinna 8 af 10 leikjum og gert 1 jafntefli og tapa bara 1, þannig að þær eru áberandi góðar og eru svona sigurstranglegri. Nú Haukarnir, þær eru í 4. eða 5. sæti í efstu deild HK fyrirgefið og þær eru búin að vinna einhverja 5 leiki, þannig að það segir svo sem ekkert þegar við erum komin í þennan leik. Þetta er svolítið spurning bara hvernig liðin mæta stemmt og hvort það sé hugrekki og hvað kemur svona upp úr hattinum. Það verður gaman að sjá þeirra að byrja hérna því þetta eru margar þessum stelpum verða væntanlega landsliðsmenn seinna meir fyrir okkur, þannig að það verður spennandi að sjá hvernig þetta kemur. Nú HK byrjar með boltan og mér sýnist Haukarnir byrja bara í sínu venjulega. Þær hafa verið í vetur að spila nánast 6-0 í allan vetur varnarlega og hafa verið frábærar í því. Og HK hefur reyndar líka að spila meira en 6-0, þannig að við sá svona HK hefur svolítið strögglað í sóknarleið á móti 6-0, þannig að gaman að sjá hvort þeir ætla að breyta. Mér sýnst nú með þessi að Haukarnir ætla að breyta en svo byrja í 5-1. Það verður gaman að sjá hvað gerist þá hjá HK, hvernig þeir svara því. Og við förum aðeins yfir liðið, þá er í númer 1 hjá Haukum Agnes Ósk Viðarsdóttir, númer 25 Chloe Arney Aronsdóttir, númer 2 Elín Klara Þorkelsdóttir, 4 Viktoría Diljá Halldórsdóttir, 7 Lídia Líf Sigurjónsdóttir, 10 Telma Melsteð Björgvinsdóttir, 13 Emilía Ósk Steinarsdóttir, 19 Rósa Kristín Kemp, 21 Margrét Björg Castillo, nú 24 Mikaela Nótt Pétursdóttir og nú 73 Nadia Líf Ágústsdóttir. Það er svona, förum aðeins yfir HK-lið hérna rétt eftir. Það hefur verið eitthvað smá hérna á vesen og þeir byrja bara. Það er ennþá smá rusl á gólfinu síðan í fagnalátunum í gær þegar að IBVF urðu bikarmeistarar í meistaraflokki karla. Það var fjölmenni hér og mikið hátíð. Þá byrjaði þetta aftur og Haukarnir ætla að fara í 5-1 vörn, þannig að það er spurning hvað gerist þá hjá HK. Það koma hérna númer 15, Rækjur Friðbergsson á miðjunni. Númer 25 er Viktoría Georgsdóttir. Og fyrsta skori varið. Númer 20 Chloe Anna varði fyrsta. Koma Haukarnir, aggressívar skref, það er maður skref. Smá skrekkur svona í byrjun. Númer 10 hérna hægra megin er Karen. Og enn ver hún, þetta er ágætis færi, Díana Lind fór inn og Chloe verið sitt annað skot, þannig að hún ætlar að byrja vel. HK ætlar líka verið 5-1, þannig þeir svona ætla bæði liðin reyna aðeins að brjóta upp hérna. Haukarnir byrja að sækja svona einfalt, bara að leita að færum, ekki að setja upp með kerfi strax. Reyna aðeins að leyfa öllum að komast inn í spilið. Mjög skynsamlegt að leyfa leikmönnum aðeins að finna sig á skreknum úr sér. Hending kemur upp hjá Haukum á Haukana. Það er enginn sem fór að sækja. Nei, og það er bara nelt á markið. Glæsilegt. Emilía Steinarsdóttir, bara hendi komin upp úr kyrrstöðu upp í víkilinn. Svona á að svara. Kemur HK hérna. Það er svona í rólegheitum fyrir að finna sér einhverjar leiðir í þessu. Áminning, það er rétt eftir. Áminningar númer 13, hún rífur í hana. Þetta er svo sem alveg hár rétt eftir. Ekkert í því að gera.
HK reynir áfram. Það virðast eiga erfitt með að sækja á þetta. Já. Velja kannski ekki alveg besta færið. Það aftur inn úr hægra horni rétthent. Gengur ekki alveg. Kemur Nei. Þetta var glæsilegt. Glæsilegt. Margrét Björk Castillo, hún lítur út fyrir að hún sé með góða hæfileiki að fara í stökku upp. Kemur HK fullri ferð, víti og áminning. Castillo hérna fóru HK-stelpurnar á fullu krafti og fengu í staðinn uppskáru víti og áminningu. Þær verða að vera óhræddar að fara á fullri ferð og það hérna þetta það sem þarf. Þú verður að hafa hugrekki til að fara í þetta á fullu. Nú Viktoría ætlar bara að fara sjálf á vítapunktinn og taka víti og Chloe Anna á mótinni. Hún verður þetta frábærlega. Hún er komið, það eru 4 mínútur búnar og hún er komið 4 varðskot. Hún ætlar aldeilis að vera hér í bikar stemmingunni. HK kemur hér aftur, reynir að búa til smá færslu. Já, það er góð hreyfing, slæm sending, en það var allt orðið opið þarna. Þá faraði bara aftur í árásina, hendin komur upp. Hendin komin upp, þannig að þær verður bara að stilla upp, hún verður bara að fara upp í skoti. Nú verður hún að skjóta, það er ekkert í því, hún verður bara að skjóta. Nú verður hún bara að skjóta, þau upp í loftið og skorar. Stundum það smá heppni í þessu. Það er Viktoría skorar, þannig að kemur HK á blað. Þetta er nauðsynlegt þegar að fá marka, búin að 4,5 mínúta. Nauðsynlegt að komast á blað, ná sér hrollunum. HK haugarnir koma, mér sýnist að haugarnir vera ákafari í öllu sem að gera. Frábærlega varið, það taka ekki frákastið. Þetta var línumaðurinn númer 19. Það var Rósa Kristín Kemp sem skoraði þetta mark. Þetta var Tanja markinu óheppin hjá HK að vera búin að verja hann. Stelpurnar ekki vakandi í vörninni að taka frákastið. Já, þetta er að koma svona. Það eru farnar að búa sér. Það er búin að kalla kerfi. HK að missa boltan. Koma þær alveg á fullri ferð núna HK-stelpurnar. Nú er þetta bara vel. Þetta þess að þarf. Markmennir þurfa að standa blítina í þessu. Og mark. Og 2-2. Og áminning. Leikmann númer 13. Ég held hún hefur Nei, hún leikmann númer 2 sem hún fengið þessa áminningu. Þetta var frábært hjá Thelmu línumanni, fékk góðan bolta og búin að jafna 2 staðan fyrir gifiði. Tvígrip. HK og möguleika að jafna hér aftur. Liðin eru bæði lið að hafa farið svolítið óvænt, farið meira agressíva vörn heldur en ég bjóst við, þannig það er bara gaman. Ég er alltaf ánægður þegar þjálfarar reyna að vera með agressíva varnir, því að bæði sóknarmenn og varnarmenn læra af því seinna meira
að standa ekki bara staðar og sko, þetta alvöru sko, nú þarf hann að fara langt út á móti, þetta það sem þarf. HK verður að svara þessu. Flauta aðeins og fljótt, já, ég veit meina hún sé búið með skrefi sín, það má svo sem vel vera. Heldur inn í 4-2. Þessi aldur vill svolítið svona vera þröngva boltanum inn á línuna, það er ekki alveg svona gert svona. Það bara kemur, það eru ungar og eru að læra. Skref. Það með fríkastið, ég held hún stakk ekki niður, þannig að hún hagnast á þessu fríkastið. Haukarnir halda hér áfram. Kemur innleysing frá miðju, skiptan á að koma upp í skoti. Þetta er langt færi. Löng sending fram og fríkast. Þetta er bara hárrétt, þetta er bara fríkast, þetta var ekkert meira í þessu. HK er aðeins að reyna að færa til á stöðum, reyna að svara þessu á hvað haukarnir fóru framalega. Þetta eru skref, gleymir að stinga niður. Þetta er hárrétt. Þetta er svolítið þessi aldur, það er ekki komin alveg næg, kannski bolt að geta, en þetta er náttúrulega, þetta er spennandi að þá. Voru allir að stinga af og haukarnir koma hérna aftur saman og áðan innleysingu frá miðju, bakvörður kemur, núna fer hún nær, þetta var miklu betur gert núna. Emil Jóns kemur og mikið meiri ferð og ákefð í árásina. Áðan var hann að skjóta langt út á punktalínu, nú komum bara mættum bolta, tók 3 skrefin og skaut, þetta var virkilega vel gert á hann. Þetta er svona þessi einföldu hluti sem eiga að duga ef einhver leysir inn. Það er svona gæti hugsalega þing heyr svona alltaf bara að gefa aðeins. Hún var að koma áminningu á hvað það er ekki út af, hún hefði svo sem verið kannski strangur drómur. Og leikmann með 10 skoraði þetta mark. Karin Hund og heldur að séu það er 4-3 eftir 10 mínútur. Þær koma hérna haukastelpuna, þær svona virðast eiga, já þær eiga léttara með þetta, þær hafa, það er svona, það virðist svona aðeins hrollur að vera farin úr haukastelpunum og þær eru grimmari. Emil Jós kom með 3 mörk og gerði það mjög vel. Kemur á miklum krafti á móti, mætir í bolta. Það er svona, HK er svona, það eru full hrædda sko, þetta er komið svo langt út á mót. Fyrir hraðaplöfu unnu boltan sjálf og gerir þetta frábærlega vel. Elín Klara gerir þetta frábærlega. Þær eru, HK-stelpunar eru svolítið hræddar. Þær eru að hérna ekki að fara alveg á móti þær í ára svona. Þær verða þarna, já. Óheppin. Góð sending, óheppin með skotið. Þetta var allt í lagi. Það er að finna leiðina þarna. Það er verið að standa vörnina. Fríkast, já. Þarna fann HK leiðina í gegnum að fara í yfirhanda fintu og losa hann yfir á línumanninn sem glukkaði. Lína. Nú kemur HK fullur ferð hérna. Nú fer hún út af, það er klart. Já. Búin að fara núna tvísvar í árásir á annað.
hún fá víti hérna aftur, nú verða það bara að sjá hvað. Já, ég ætla að fara að segja það. Þetta bara fríkast það, ég ætla að fara að segja það. Það hefði verið mjög strangur drómur ef hann hefði dæmt víti líka. En nú það konar einu fleiri. Setja þeir strax upp í kerfi, sjáum hvað gerist. Setja upp hérna, taka í hreyfingin lengra. Og í gegn. Já, skora strax upp úr þessu. Mjög vel gert hjá þeim. Þetta gerðu Viktoría skoraði þarna. Þetta var það sem þær þurfa HK stelpur. Þær verða að reyna að vinna svolítið taktískt á því sem þær að gera. Og sjáum hvað Haukarnir gera núna. Nú þær einu færri og reyna ekki bara að halda sjó og reyna, jú, þær taka hér smá færslu, bara færslu. Þær megu ekkert vera ragar Haukastelpurnar. Þetta eru tvær, þetta óvart, þetta dýrt en það ekkert við þess að gera. Hún hleypur aftan í. Þetta dýrt en svona þetta bara. Þetta fremsti maður í hraðahlaupi og þú mátt ekki hlaupa aftan í og það bara beint 2 mínútur. Nú á HK bara að vera klókar, hún þurfa ekki að setja upp með kerfi. Það fara strax í samt hérna, línan í frí og skora. Já, þetta svona taka sama kerfið aftur. Karin Hrund skoraði núna Lóðardóttir. Þau setja, þær ákveðnar í að taka kerfi sem hjálpar þeim að leysa. Þetta svipað eins og Kaíró hjá þeim nema þeir taka langan. Línumæðurinn klippir við hornamann, ekki bakvörðinn, þannig að þetta svona öðrus útfærsla og hleypur áfram inn og leysir inn, þannig að hornamaðurinn leysir gagnstætt. Vel gert hjá Haukastelpum. Það búin að fá Margrét inn, þannig að þetta svona ætti nú að létta hjá þeim. Það ætti að létta. Hendi komin upp, vel gert, fer inn úr horninu. Óheppin, þetta var vel gert hjá henni, vel skotið. HK-mönnum liggur ekkert á, þær eru svona, jú, þetta gott hérna. Þær ætla að reyna bara, fara í árásir. Þær spila, hvað gera þeir? Þær að taka sama strax, já, þær fara í sama strax aftur. Svolítið klókt hjá þeim, já. Óheppin, vel gert. Hún ætla að fara sjálf þarna bara inn. Halda bara 4-2. Önnur á röngu stað. Koma Haukamenn núna í hraðahlaup. Haukamenn það var gott hjá Haukamenn. Það búin að halda þetta vel út. Þær fengu bara 1 mark á sig, voru 2 færri, fyrst 1 færri og 2 færri. Það ennþá 1 yfir, 6-5. 15 mínútur búnar og eru með boltan. Þannig að það svona, þetta siglir svolítið með þeim. Sjáum hvað það er að taka hér færslu, það er svona smá óöryggi í þeim. Nú þarf þjálfarinn bara að taka jafnvel leikli og tala við það. Það er svona smá óöryggi. Kemur skotið, vel gert. Margrét frábær í þessu, hún bara mikið kraftur í skotunum og hún gerir þetta virkilega vel.
svona HK kemur hérna núna, sjáum hvað að setja eitthvað upp, aðeins að breyta. Skref, já, rétt, þetta er hárið. Og hraðaplöp, HK nær, nei, Haukarnir halda boltanum. Haukarnir halda boltanum. Já, það fengið smá svona skref. Haukarnir getur komað svona í 3 marka forystu, þess vegna hafa þetta aðeins í hendi sér. Ég er alltaf skrifun undan. Kemur hún. Já, þær eru grimmari, þær eru með sko. Ég er alltaf 1 og 2 skrefum á undan. Ég finnst það sko, Elín Ósk hérna rétthenda skiptan, mjög grimm, og nú missa þær boltan aftur, HK-stelpurnar. Það er svona. Hérna, sem segir það, Haukarnir missa Haukarnir boltan. Það verður einhver að þvora, já, þær verður að þvora. Það er svolítið læsingur í þeim. HK-stelpunum. Haukarnir virðast vera svona yfirvegaðir í því sem þeir eru að gera. Innleysing, hægri átt kemur inn og kemur hún, en nú er hún bara mætt. Nú, hann tók þær frá frákasti, þannig að línumann fékk hann ekki, allt í lagi, fá fríkast. En þær eru grimmar í þessu, þær taka einhver aðgerðir Haukastelpur og fylgja því eftir. Taka hér aftur, hreyfingu bara, núna fara í árás, en er komið í skrefin þarna, þannig að þetta var hárréttur dómur. Hendin komin upp, ekki alveg saman veginn, en setja upp eitthvað og skot. Taka til HK hérna Bleiklia, taka aðeins að skerpa á þeim, aðeins að breyta, en Haukarnir eru bara talsvert grimmari sko. Sýnir svona að þær séu komna með ansi góð undirtök í þessu, í því sem þeir eru að gera. En við svona sjáum hvort að þjálfarnir hafi ekki eitthvað aðeins upp í erminni hjá HK, aðeins að breyta til, því að þær eru hræddar og þær eru ekki að fara í nógu góðar árásir sko. Það er svona gekk upp þetta kerfi hjá þeim, þeir voru einu fleiri og svo 2 fleiri, en það er svona eina sem hefur virkilega gengið hjá þeim, og það vantar meiri kraft í þetta hjá þeim. Við sjáum hvað setur núna, svona þeirra. Koma HK-stelpurnar. Koma núna, sjáum hvort það set ekki eitthvað. Hvort það finn ekki einhverja leiðir, það þurfa að fara í smá
Jó, þetta ég held ef þær þora þessu, nú kom aftur góð Viktor mjög góð yfirhandarfintu og bara setur inn á línumannin því það á að vera allt opið fyrir línumannin. Haukarnir spilaði mjög framarlega nánast í 3-2-1. Þannig að það á að vera allt opið. Það eiga að pröfa að leysa inn líka sigur hornin. Háka þyrfti að pröfa innleysingu frá öðru hverju horni líka, sjá hvað gerist þá. Hringir símbeist afsökunar á þessu, fór síminn að hringja hérna. En sjá hvað setur núna, hvað þeir gera. Já, aftur á línu. Já. Þetta getur verið dýrt hjá þeim núna. Nú er þeirra hérna fyrirgefið í Margrét Björg, sem að ég til einna sterkasta leikmannin hjá Haukum. Hún komið 2 og enn 5 mínútur eftir að fyrri hálfleik, þannig að nú er hún að fara að passa sig varnarlega. Koma þar aftur með sama. Já. Allt í lagi, þeir verður bara að halda áfram að sækja. Það eru óhræddar. Óheppinn, var komin í gegn. Markmaður var þetta vel. Annaði kom með 6 skot varinn. Hann fór gott færi hjá þeim Hákastúlkum að minnka það niður í 2 mörk, en við sjáum að nóg eftir þessu leik. Og skora, þetta var Elín Klara að skora þetta. Þær tóku innleysingu frá hægri og hún kom bara í kjölfarið og fór í skotið. Markmaður hefði nú hugsanlega mátt gera eins betur, en svona þetta bara. Og Háká kemur aftur hérna, sjáum hvað svolítið það það er allt opið. Það verður að setja upp eitthvað. Já, það er allt opið, þær verða bara, þær verða að þvora, þetta svolítið. Þetta af Díana Lind Skeving sem skoraði þetta mark. Það skiptir öllu máli að hugrekki sé áfram bara. Staðan er 10-7, 3 mínútur eftir þessu fyrir hálfleik. Fótur, já, hann. Nú voru Haukastelpurnar, Hákastelpurnar ljónhefnar. Það hérna. Gefur inn í þvöguna eftir. Háká meina að það hafi verið aðeins ítt á, en hún fekk alveg skoti frítt. Það hugsaði aðeins verið komið við hana. Og ekki dæmt, þetta er svona svipað bara. Þetta er bara svona, ég er svo sem alveg sammálaði. Það verða að þola alveg smá touch. Nei. Það er spurning hvað hún gerir núna. Hún fær rautt hugsaðlega. Nei, hún gefur bara 2. Það er samt svona kjánalegt, sko. Þú veist, hún hrindir svona, þetta er svona æsingabrot, en það er ekkert því að gera. Nú Háká fær víti og geta komið sér niður í 10-8 núna. Hún er búin að verja eitt víti nú þegar, sjá hvað gerist, og hún verður annað víti. Chloe Anna Arósdóttir er búin að standa sig frábærlega hér í dag. Hún er svona á öðrum ólöstum
að mér finnst svona búin að setja svolítið mikið mark á hana leik. Hún kom með 6-7 skot varin og þar á 2 víti, þannig að sko, já, þær eru miklu grimmari. Emil Jós kom með 5 mörk hjá Haukum og hann gerir þetta frábærlega. Nú ætla þeir bara nú var hún heppin, Margrét. Það var leikmann númer 15, Rakel, sem skoraði þetta mark. Margrét var stálheppin. Fór í hálsinn á henni með 2 Það hefði getað verið bara dæmd út úr leiknum. Jæja, þetta er fjör í þessu. Seinasta mínútan, rétt rúmar 45 sekúndur eftir að fyrir hálfleik. Sjáum hvað Haukarnir setja upp. Hún er 1-1, hún verður að fara í árás. Búið að flauta, ég er alltaf leiðin að klára, ég held að ekki eru búið með skrifinblessanir. En þær koma hérna aftur, Emilía fer bara í skotið. Já, hún er frábær skot, en nú, þeir eru að HK á nægan tíma, þeim liggur ekkert á, þeir eru einu fleiri. Já, þetta skiptir öllu máli núna. Skiptir öllu máli, það er þetta sem þær þurfa núna. Þær þurfa að þora að fara í árásir, þora og missa ekki Haukana langt frá sér. Það eru 4 sekúndur, ég held reyndar að þeir hafi stoppað tíman á seint, held ég veit ekki hvað. Það er svona, það er ekkert annað að gera. Ég held að það eru bara 2 sem kom til greina til að skjóta og þarna á þetta. Það er Margrét Björg og síðan hún Emil Jós. Þetta eru skiptunar báðar, rétthendar, og þær verða að raun og veru, er þetta bara 1 sending og skot. Þetta er ekkert flókið. Staðan er 11-9, það eru 4 sekúndur eftir. Ég er mjög spenntur að sjá hvað þeir gera. Ég myndi gefa henni yfir á Margréti. Þessu tilviki. Ég myndi gefa henni yfir á Margréti, ekki yfir á Emilíu, því þetta er of langt. Það tekur langa tíma, ég hef bara gefið beint inn. Það breytir engu, það var bara mín skoðun. En Haukarnir eru búin að vera ívið betri í þennan fyrri hálfleik. Þær leiða 11-9 og eru gaman að sjá hvernig í seinna hálfleikur verður. Tökum okkur smá hlé.
Það komið sælir áhorfendur góðir, þá hérna seinni hálfleikurinn að hefjast hér í fyrsta úrslitaleik dagsins. Þetta við erum að horfa hér á fjórða flokk yngri kvenna. Þetta eru Haukar og HK sem eru að spila og Skref. HK byrjar á að skora. Þetta skiptir meginmáli í þessu. Að vinna boltan, leikmann nr. 21, Margrét skorar sem fyrsta mark. Þetta telur alveg óheyrða fyrir þeir að byrja bara vel, sko. Og þær vinna boltan aftur, hraðplaup. Fríkast bara, þetta hleypur vel tilbaka. Og HK fer inn og sko, þær búin að jafna leikinn. Ég skal segja ykkur það. Á 1 mínútu seinna alveg þá bara staðan og 11-11. Það greint að það spurning hvort að þjálfararnir hafi verið með lýsið eitthvað þarna í hálfleik. Það eru stemmingin og HK megin í augnablikinu en þetta er sem bara að byrja. Haukarnir koma tilbaka hér. Grimmar. Kemur innleysing, reynar að hreyfa þess, hornið orðið laust, fórir ekki inn, kemur hún í skotið, góða hreyfingar. Það eru fína hreyfingar hjá Haukastelpunum sóknarlega núna, HK bara standa betur og fer í skot og HK, ég skal segja ykkur að HK komið yfir. Það er orðið 3-0. 3-0 eftir 2 mínútur og þetta skiptir miklu máli núna fyrir þær að standa. Nei, þær koma bara og en núna eru þær allt með þeim HK-stelpunum í augnablikinu. Það er svona, þetta er svo sem ekkert sem að skiptir stóru máli. Þær fara niður í 6-0 núna, Haukarnir. Svolítið hissa á því að þeir skuli fara niður í 6-0. Mjög hissa. Það er að taka hér aftur sama kerfi fyrir sem við tókum með fleiri. Taka hreyfingar, áfram, lengra yfir, allt opið. Þær eru meira ákefðið þeim. Þær eru HK-stelpur að koma. Það er að fara í 4-2. Losa og skora. Það er hérna. Þetta er svolítið sérstætt, sko, að það er bara að koma núna HK-stelpunar, alveg ótrúlega grimmar. Stundum sérstaklega í yngstu flokkan þá þetta svona. Óöppin og steig á línuna, óöppin Haukahornastelpan. En við sjá hvað setur í þessu. HK getur komist til næsta bæjar eða það er skora hér enn og aftur. Já. Þetta ætlar að hjálpa þeim talsvert, þetta sem þeir eru að gera. Já, ég sé núna þeir eru hræddir við að Margrét fái sínu 3. brottvísun. Hann er komið í hornið í vörninni. Þegar hafa þær hendi komin upp. Það er að fara strax í árás. Ég er sammála dómaranum. Hún er bara að skjóta. Skref. Þetta er hárrétt. Þetta er hárrétt. Ég ánægð með á strákana. Það er yngri leikmenn verið að læra þetta strax. Þú mátt taka hreyfingu, þú mátt ekki hreyfa fæturnar nema 3 skref. Mjög sáttu við þetta. Jæja, Haukarnir koma hérna. Það fyrir að setja eitthvað aðeins upp. Jú, það koma hérna í, taka innleysingu, fara inn úr horni.
velja sér þröngt færi, þetta ekki alveg. Það komið mér í grimmd núna í Haukastelpunar í vörninu, eins og þeir hafi þurft af allt opið og skorar. Það bara allt með, já, það ekkert annað að gera. Þeir taka timeout. Staðan er orðið 14-11. Þetta ótrúlegu viðsnúningur og ekki lengri tíma. 5 mörk, 6 mörk og það er eins og séu bara týndar, sko. En ég hef nú full að trúa því að Þorkell og Herbert eins og ég að segja, ég hef nú full að trúa því að Herbert og Þorkell komi með einhverja lausnir núna. Ég meina að þær eru nú ekki búin að tapa nema einu leik í allan vetur og gera 1 jafntefli. Ég hef nú ekki trú á að Haukaliðið ætla að fara bara að leggjast niður og gefast upp. Ég hef nú enga trú á því. Það er nóg eftir þessu leik. Sjáum hvað Kili hefur lagt upp. Hann hlýtur að setja upp eitthvað núna, bara eitthvað einfalt kerfi til þess að létta þeim með lífið. Það þarf ekki nema 1 mark og þá er þetta allt í lagi, þá kemur sjálfstraust aftur. Það þurfa að finna leiðina. Það er svolítið að gera þetta þröngt. Í fyrra hálfleik létu þeir boltann vinna fyrir sig og gera þetta sem lið. Það er svolítið núna að gera þetta sem bara einstaklingar. Taka saman innleysinguna, kemur upp í skot. Já, en hún Lína. Já, fór á nálægt en þær komaði núna Haukastelpa og í skot bara. Þær mega nú ekki hengja hausan. Fríkasti bara, já. Þeir ætla að breyta aftur. Haukastelpunar, þeir ætla að fara aftur í 5-1. Þær vilja ekki fá þessi mörk á sig svona létt, sko. Það er allt opið. Og skora. Það er svolítið merkilegt hvað þetta er fljótt að snúast við á þessum aldri. Nú þær alveg, sko, þær eru fulla sjálfstraust Haukastelpunar, meðan að Haukastelpunar missa boltan, trekk í trekk, fór ekki, hína fara og enn hraðuplaup og skora. Það er það leikur allt með HK mönnum í augnablikinu, en það er svo svo. Ég segi það þurfa mig ekki viss, sko. Já. Nú hefur þetta snúist líka alveg við markmannslega síðan. Tanja Glói komið upp 8 skot vari núna í heildina. Þarna, þetta er rétt. Bara set upp. Og hrættar hending kemur bara á þar annars. Já, ekki brjóta. Haukarnir færir hraðaplaup. Sjálf alla leið og lætur verja frá sér.
En það þýðir ekkert að setja hausinn niður neitt, þær verða bara að halda áfram grimmdinni, sko. Það sýnir svona, já, þær eru nánast hættar, sko, það er svona, ef að gerist ekki næstu 1-2 mínútur þó að séu 15 mínútur eftir að leiknum, þá komið í óöfnu fyrir Haukana, því þær eru bara svona, það fær nú að fara út af ykkur hjá HK, sko. Margrét hefði nú einhvern skotið í þessu færi, hún fór ekki, það eru staðar í augnablikinu, ekki að sækja, það ekki, já, óhrætt. Það sem hann þarf bara að gera núna, gerast hjá Haukum, en hann verður bara að þora að taka einhverja eina og aðeins tala við hann, að segja henni bara, nú verður þú að gera þetta eins og Emilía eða Margrét Björg, hann verður bara að segja við hann, nú tekur þú bara skotin, sko. Það er ekkert annað að gera, það fer að verða svo þungt og erfitt annars. Það er svo nóg eftir í leiknum, það þarf ekkert mikið, það þurfa svona smá heppni núna, Haukastelpum, þá komast þær inn í þetta aftur. Það er ekki, við getum ekki tekið af HK og það er að spila þetta frábærlega þetta, það eru meira sem líð. Já, vel varið, þetta þurftu Haukarnir að halda. Klóið tæki inn á vörslu, komar á fullu í skot og enn ver hún. Já, það er ekkert annað að gera. Ég var að kalla eftir þessu, sko. Emilía fer þarna bara í skot og það er ekkert annað að gera vegna þess að þær eru, annars er það bara búið. Sjáum muninn, HK kemur svona í hálfgerða seinni bylgju og þær koma í árás, þær koma eins og þú vilt sjá lið vera, þær skín grimmdin úr augunum á þeim, þær eru svona miklu grimmari, sko. Koma þær hérna, já, svo fer í gegn bara og skorar, já, þetta er það sem þarf, Emilía má ekki hætta, hún heldur áfram. Hún kemur þeim inn í leiki þó þetta sé ennþá 6 mörk. Það er nægur tími. Þær verða bara að þora, þær verða að reyna aftur og aftur. Og það sem að HK er að falla í gryfju með núna, HK ætlar að fara hugsanlega að reyna að halda, reyna að hætta að sækja, en þú verður að sækja alltaf. Já. Þær verða að sækja alltaf, þær mega aldrei hætta. Hún fara í 4-2, sjáum hvað gerist. Fer í 4-2 upp í loftið. Frábær vörn. Þetta er það sem við þurfum, Haukastelpur þurfa. En við þurfum líka til að fá aðeins meiri spennu í þetta. Við þurfum að fá spennu í leikinn. Því annars fjara þetta hægt að róla út, en það er að koma núna, það eru búin að brjóta núna til, já, þetta kemur hendun upp bara, og hún vera, þetta er það sem að, sko, þetta er hættan, lið fara að reyna að halda einhverju sem að er ekki komið, liðin verða að sækja á, verða að reyna. Skref. Seinni hálfleikur er hálfnaður og það er 18-12 fyrir
18-12 fyrir HK. Já, þær verða að halda áfram. Hjálpar ekki Haukunum að hnoðast mikið, þær verða að losa boltann. Leysa er inn, já, þær verða að leita ykkur, leysa. Já, allt í lagi, þær verða að leita. Og hendinu upp, nú er hann að fara í skot, fara í skotið. Horfa. Það eru óöfnar reyndar. Verð að segja það, það eru aukastelpurnar, það sem féll með inn í fyrra hálfleik er ekki að falla með núna. Það sem hann söng í netinu er að fara í stangir og slá. Skref. Já, stoppa aðeins fengi eitthvað högg. Það reyna áfram, það mega eiga HK-stelpurnar, þær eru hendin komin upp. Já. Hendin komin upp. Og við færi inn úr horni bara. Já, það er vel varið. Margrét. Já. Nú sjáum hvað setur núna. Hvað gerir HK? Hún standar af sér áhlaupi núna. Það eru einum færri. Og eru Haukarnir með eitthvað? Eru Haukarnir með? Nei, þetta er ódýrt víti. Það er sama, víti. Haukarnir geta minnka munin hérna. Komið þessi leik aftur. Fljótt að gerast. Já, Margrét skorar úr þessu til auðvitað. Já. Boltinn, hending kemur upp fljótlega bara á það held ég. Óöppin fer í stöngina og Haukarnir geta komið hér fram. Enginn að taka boltan. Hálf mínúta Haukarnir, hann liggur sjálfu sér ekkert á, bara finna eitthvað. Lína, já, ég ætla að segja finna eitthvað færi og þá finna þeir rangt færi, það er svona aðeins, þannig fyrir bara að setja eitthvað upp. Bara þeir að gera þetta sjálfar. HK kemur hérna. Þeir verðum að reyna, þeir verðum að sækja samt á marki. Þá erum við jafnmargar. Þetta er ekki skref, hún er að reyna að kalla skref Haukamenn, þetta er ekki skref, hún hreyfir efri búkinn ekki í fæturna, hún tekur 3 og hreyfir síðan. Þá er Margrét að fá rautt. Ég
veit ekki hvort þetta sé slæmt eða gott, ég ekki viss það sko. Hún búin að vera óöppin. Ég ekki viss. Það verður bara einhver önnur að taka skarið sko. Það verður einhver önnur að taka skarið í staðinn. En það eru einu fleiri núna, næstu 2 mínúturnar og hvað gera þeir? Ætla þeir að taka sama kerfið aftur, hvað reyna þeir? Já, það er góð hreyfing á þeim. Þarna, já, þetta er hárrétt. Hárrétt, þarna voru skrifin á hana. Þarna voru skrif á hana, það var allt opið. Haukarnir koma í skot og ég hélt að þessi myndi nú fara inn hérna. HK verður bara að halda áfram sínu gameplani, að setja gameplanið upp. Já, ég að setja aftur sama bara, ekki hætta því sem er að hjálpa þeim. Nei, þær eru farnar að velja rangt. Já, allt í lagi, ég meina þær eru að leita. Svona. Já, leysir inn, þær verða að gera eitthvað. Þetta var óvart bara. Jæja, HK, það er farið að hægja of mikið núna HK-stelpuna. Það er horfa á klukkunni hver skipti sem það fá boltan. Klukkan gengur ekki hraðar þó þú farir að horfa alltaf. Þær verða að halda áfram vinnunni sinni. Haukarnir koma, já, og í skotið bara, nei. Þarna jafnmargar. Þarna jafnmargar. Já, það verður eitthvað að þvora, fara í skotið. Já, hvað heldur? Emilía kom með 6 af 14. Hún er eina sem er að þvora og virkilega að þvora. Og ég vil meina að þetta sé leikur ennþá, þetta er ekki nema 4 mörk sem er á milli þeirra. HK hefur hörfað. HK er búinn að hörfa allur. HK er að taka timeout og HK er búinn að hörfa mikið og reyndar svona að miða við svona alla tölfræði að það eru náttúrulega ekki búin að skora nema 3 mörk í seinni hálfleik Haukarnir. Þannig að þetta ætti að ganga upp. En maður veit aldrei. Sjáum hvað þeir Jón Brynjar og Leifur setja upp. Þeir verða að sjá hvort þeir ná að brjóta ísinn því að 1 mark myndi duga, held ég. Ég held að það myndi smá stífla losna hjá þeim og þá er þetta í lagi. En það er nóg eftir. Flauta á þá. Sjáum hvað þeir hafa sett upp, strákanir. Það er 4,5 mínútur eftir og ef Haukarnir vinna boltan hérna og skora þá gerist allt í þessu. Það var allt opið. Að sama skapi er það á hinu veginn ef þeir eru þeir ætla að fara að reyna að fara bara maður á sko, missa boltan strax, hvað sagði ég? Sko, þeir verða bara að þvora.
Nú bara að skjóta strax, þú má ekki bíða. Það hérna, þetta það sem að HK mátti ekki við, en Haukarnir þurfa núna að skjóta, Emil að skjóta á markið. Það var átt að sjá að tíminn líður og það hún verður að skjóta bara, hún verður bara að fá boltan á horni og skjóta. Annars fer stressið að koma. Sko. Leysir inn, farið skot. Já. Ekki hætta. Já, boltan yfir. Já. Eitt vinstri. Ítir aðeins á, svo sem ekkert. Kannski held ég meira svona spennustig heldur en hitt. Vandamálið núna. Vandamálið núna það að þær að horfa upp á það að þær verða 3:20 eftir, erum við að verða bikarmeistarar, erum við að verða, þetta er svolítið stórt en þær verða að þvora, þær verða bara að halda áfram. Sko, það eru bara það þýðir ekkert að æsa sig neitt, þetta er bara svona, þær eru hræddar og já, komið skref. Þú voru að fara í skot. Já. Sko, mark núna þá er það búið. Það er mark og þetta er búið. Mér stendur það núna að þetta er það sem ég sagði að þyrfti. Margrét enn og aftur skora, komið 5 mörk. Marka boltan, leyfa bara að anda. Nei, hún ætlar að halda áfram. Ég vinur bara anda. Hún hefur eitthvað aðeins meiðskrið, þannig að það þarf aðeins að huga að henni. Vonandi er það ekkert alvarlegt. Vonum að þetta sé ekki neitt sem að það hjálpir í. Þetta er svo náttúrulega það sem gerist núna í þessu er það að þetta er svona smá spennufall að þær að sjá það að hugsanlega eru þær að missa af tækifærinu að komast upp á verðlunarpalla, allavega að fá gullið, þær fá silfrið alltaf. Og nú vonandi er það ekkert alvarlegt, þeir verður bara hjálpa henni þá, þeir verður bara að taka hana í
fengi eitthvað höggri. Hann hefur fengið eitthvað högg vafalist í síðuna, þannig að þetta svona eitthvað sem ekki alveg. Vonum að það sé ekki alvarlegt. Þetta svona. Hún hefur greinilega meiðst eitthvað blessunin því að þeir ætla að taka hann á börum út, þannig að þeir svona erum við þegar svona ekki tónlega gerist það. Hún hefur skollið á mjöðmina, þannig að mjög slæmt þegar það gerist. Það er svona að bara huga vel að henni. Haukarnir er alltaf að reyna að fara maður á mann. Vantar einu inn á. Það eru einu færri. Ég held kannski að þeir myndu reyna, en það er hljóta að fara maður á mann. Það er 2 mínútur eftir, þær verða bara. Klaufar, já, Haukastelpun að koma áfram, það er bara að halda áfram, ekki gefast upp. Í skotið, nei. Tekur hann og skorar. Þetta skiptir máli, skiptir allt máli. Emilía enn og aftur. 4 mörk. Það getur allt gerst í þessu, við höfum séð annað eins. Tvígrip, já, missa hann aftur. Þetta er bara orðið að leik. Og fær 2 mínútur. Nú er bara að fara beint í skotið. Og yfir og opinn. Þær verða að fara maður á mann Haukastelpuna, það er ekkert annað að gera sko. Þær verða að sækja á marki. Það verður eitthvað að þvora, já. Fá 1 fríkast eða svo, eða 2, þá er það búið. Hendi kemur upp, þarna og aftur fríkast. Þá er þetta komið hérna, þær eru búin að vinna, það er ljóst að hendin kemur upp bara. Það breytir engu úr þessu sko. Það er svo lítið eftir. Þær geta bara lagað þetta, það er það sem skiptir máli. Ruðningur, já. Það er ljóst að í bikarkeppni HSÍ 2018 er HK bikarmeistarar í yngri flokk, 4. flokki yngri og þær klára þetta bara með stæl. Thelma kemur og skora sitt 4. mark, klára þetta 20-15 og leiknum er lokið með sigri HK. Ég verð að segja alveg svo að ég held að við verðum að óska þeim bara til hamingju Haukastelpum. Þær eru vel að þessu komnar, þær fá á sig 4 mörk í seinni hálfleik.
Það eru 2 mörk undir í hálfleik og fá á sig 4 mörk í seinni hálfleik. Frábærlega gert. Við leifum bara myndunum að tala og þökkum fyrir okkur í bili. Now, prepare